á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og blessuð og velkomin í liðin Þingið sem hverfist stjórnmál og þingmál líðandi stundar. Þátturinn í dag verður þrískiptur. Við fáum stjórnmálafræðing til þess að reyna að svara spurningunni hvenær óvinsælum stjórnvöldum ber að víkja. Við heyrum í þingmanni sem hraktist frá Vinstri grænum fyrir nokkrum árum og veltum því fyrir okkur hvort hann sá fram í framtíðina og hvernig honum líður með sína ákvörðun í dag. Og við fáum tvær þingkonur, aðra úr ríkisstjórninni en hina úr minnihlutanum til að ræða þingmál og málefni líðandi stundar. En fyrst velkomin Eva H. Önnudóttir, þú ert stjórnmálafræðingur og þú heyrðir mig kynna áðan hvort siðferðislega stjórnvöldum í ríkisstjórn ber að taka tillit til vilja meirihluta almennings ef hann liggur mjög skýrt fyrir. Þá ég að vísa til skoðanakannana sem geta mælt mjög rýrt fylgi ríkisstjórnarinnar. Núna ég held að síðustu mælingar fyrir síðustu vendingar hjá þessari ríkisstjórn hafi verið að mæla svona 31-32% stuðning við ríkisstjórnina sem náttúrulega ekki nógu gott. Og svo höfum við náttúrulega þennan lista á Ísland.is þar sem fólk afþakkar þjónustu Bjarna Benediktssonar. Yfir 40.000 undirskriftir komnar. Er þannig komið fyrir íslensku ríkisstjórninni að það megi segja að hún siðferðislega starfi í blóra við vilja meirihluta þjóðarinnar? Ég held að það sé tvennt í þessu, eða það nokkur atriði, en það tvennt í þessu varðandi ef að við hugsum skoðanakannanir fyrst, að þá mjög mikilvægt að hafa í huga að skoðanakannanir sem eru gerðar það sem maður segir á miðju kjörtímabili, ekki aðdraganda kosninga, eru ekki fylgiskannanir og þá á ég við að á miðju kjörtímabili að þá eru skoðanakannanir sem eru að spyrja hvort að fólk myndi kjósa ákveðna flokka, ofta mæla eitthvað annað heldur en þegar kemur að kosningum. Þannig að við vitum að skoðanakannanir þær breytast svona í aðdraganda kosninga, svona 6 vikum fyrir kosningar. Þá erum við yfirleitt komið skoðanakannanir sem að við myndum segja að getu eða spái fyrir fylgi eða úrslit kosninga. En skoðanakannanir á miðju kjörtímabili endurspegla mun oftar einmitt eins og þú segir, kannski ánægju eða óánægju með störf ríkisstjórnarinnar. En segir voru lítið til raunverulegt fylgi og ég man til dæmis oft þegar Píratar fóru hérna himinháum himinskautum, 35% og það var alveg í nokkra mánuði, ég man ekki hvað var lengi, hvort það var í ár eða eitthvað, en það var allavega yfir töluvert langan tíma og svo fenguður eitthvað ég man ekki hvað var, 15% í kosningunum en þetta þýðir ekki að það sé ekkert að marka þessar skoðanakannanir á miðju kjörtímabili. Þær eru endurspeglun á ánægju með störf ríkisstjórnarinnar og skilaboð til ríkisstjórnarinnar að fólk sé nú kannski almennt ekki mjög hlynnt hennar störfum. Þannig að spurningin kannski miklu fyrir eitthvað svo hvort að ríkisstjórnin ætti að leggja við hlustir þarna eða ekki og svo bara ákveða þau hvað að gera en þetta er ekki endilega skilaboð að við skulum fara að kjósa og fá nýja ríkisstjórn og þá verður allt betra. Við sjáum þetta líka í gegnum tíðina að ríkisstjórnir eru yfirleitt óvinsælli í skoðanakönnunum á miðju kjörtímabili heldur en það sem kom upp úr kjörkjörsunum. Þannig að ég að segja að þetta eru skilaboð og þetta eru mikilvæg skilaboð en þarf ekkert endilega að vera skilaboð að það þurfa að ganga til kosninga og þá að ef að það verði gengið til kosninga að þá verði þetta niðurstaðan eins og skoðanakannanir að sína. En ekki ætli þessi stjórn sé ekki í hópi hinna óvinsælli? Er þetta ekki það samfelld mæling á 31-33% stuðningi nokkuð lengi núna
Ætli þetta sé ekki töluvert undir svona meðaltali stjórna undanfæri? Já, þyrfti nú bara, ég ekki með sagt, tölurnar hérna alveg á beinu eða hreinu í sambandi við varandi tímalengdina. En ég man eftir því að stjórn Jóhannu Sigurðardóttir, hún var óvinsælt töluvert lengi en ég man ekki hvort það var svona langur tími eða En að þú nefnir hana, þá sagði einmitt formaður Sjálfstæðisflokksins að vegna óvinsælda hennar þá ætti Jóhanna að skila lyklavöld. Já, þá var náttúrulega formaður Sjálfstæðisflokksins í stjórnarandstöðu. Þannig að En ef við að taka marka á þeirri kröfu hans núna, hefði hann ekki sjálfur bara átt að skila lyklavöldunum að öllum ráðuneytum frekar hann að uppfæra sig sem forsætisráðherra? Jú, og þú erum með náttúrulega fjölmörg dæmi um það að stjórnmálfólk segir eitt í stjórnarandstöðu og gera svo annað þegar það í ríkisstjórn. Já, það ekki ætlast til þess að þú rukkir það fyrri ummæli, þetta eru bara 2 heimar. Já. Það er að við sjáum fjölmörg dæmi, það verður alveg viðsnúningur eftir því hvort fólk situr, hvoru megin við borðið sem það situr. En svo kallaði hendistefna? Mögulega er þetta að kalla það, en það er líka að kalla það þessi hlutverk stjórnarandstöðunar að vekja athygli á því að þetta gangi nú ekki nógu vel hjá ríkisstjórninni og það er að fara að hugsa sinn gang. En sko, nú er það staðreynd að það voru rétt 16% landsmanna sem að vildu að Bjarni Benediktsson yrði áfram í ráðherraembætti fyrir hálfu ári þegar hann stígur til hliðar sem fjármálaráðherra. Bara 16%. Þá eru það margir mjög hissa að hann færi í stól utanríkis ráðherra og hafi menn verið hissa þá eru ansi margir enn meira hissa núna að þessi sami í raun nokkuð sögulega óvinsæli stjórnmálamaður sem mjög margir landsmenn bera ekkert traust til að hans í orðin forsætisráðherra. Hvað finnst þér sjálfur það? Það er náttúrulega að maður horfir á þetta sko svona utanfrá að þá númer 1 að það að hann taki að sér forystu í ríkisstjórninni það gæti mögulega verið eitthvað svona innanflokkspólitík þar í gangi, þar að segja að þau sjálfstæðisflokkurinn verðist hafa sótt hansi fast að taka við forystunni í ríkisstjórninni og þá væri eiginlega ekki annað hægt heldur en að það væri núverandi formaður þess flokk sem að myndi sitja í því sæti ef að það hefði orðið eitthvað svona annars konar niðurstöð, þar að segja að hann hefði ekki orðið forsætisráðherra heldur eitthvað annar í hans flokki að þá hefði það mögulega veikt hans stöðu innan flokksins eða stöðu hans hóps innan flokksins eða maður horfir á þetta svona utanfrá þá hugsa maður það er klárlega ekki þannig að hann hafi þjóðina með sér að því leyti að hann sé vinsæll og sérstaklega ekki í samanburði við Katrínu en það er klárlega þannig að hann er formaður síns flokks og það hefði verið bara undarlegt ef að hann hefði ekki tekið þetta sæti fyrst að sjálfstæðisflokkurinn tók forsætisráðuneytið en maður getur alveg setið hérna og svona velt fyrir sér hvað liggur þarna að baki þannig að það er bara rosa erfitt að segja. Mér dettur í hug mögulega eitthvað svona innanflokkspólitík að styrkja hans stöðu eða stöðu hans hóps þar. Mögulega er það vilji til þess að geta gengið frá borði eftir þetta ríkisstjórnarsamstarf og geta sagt við vorum með forystuna hérna í 1 ár og við vorum stærsti flokkurinn. Mögulega er þetta til að styrkja sína stöðu út á við í næstu kosningum. Og svo hvort að það verið niðurstaðan, það er náttúrulega eftir að koma í ljós hvort að það virki sem skildi sko. En hvert er matið þitt á stöðu ríkisstjórnarinnar núna eftir þessi skipti, er hún enn viðkvæmari, stendur hún enn viðkvæmar fyrir heldur en áður, því þú vísa til þess að Katrín var jú einn vinsalasti, eða bara vinsalasti ráðherra Íslands, ríkisstjórnarinnar, en Bjarni lang óvinsælastur. Mun þetta torveldenni að koma málum í gegn? Já, þetta er mjög áhugaður spurning og eitt af því sem ég velt töluvert mikið fyrir mér er það sem kallar svona persónustjórnmál eða hvaða máli skiptir í raun og veru vinsældir leiðtogans og því hefur verið haldið fram til dæmis með Katrínu Jakobsdóttur að hennar vinsældir hafi
orðið til þess að hún hafi verið svona lími í þeirri ríkisstjórn sem hún veitti fórustu og ef að það er rétt að þá, og nú erum við komið með einn óvinsalasta stjórnmálafóringjan í fórustu, að þá getum við ekki sagt að hann verði límið í þeirri ríkisstjórn sem hún mun sita út þetta kjörtímabil. Nei. Og en svo vitum við raun og veru ekki hversu langt eða hversu miklu máli vinsældi stjórnmálaleiðtogana skipta, en við mötum eftir að sjá það sko, eins og segja, ef það var rétt að Katrín var límið í ríkisstjórninni vegna þess að hún var svo vinsæl og vel liðin út fyrir sinn flokk, að þá myndi ég segja að Bjarni getur ekki verið sama límið. Nei. Sko maður veltir fyrir sér hvort það hefur orðið til einhvers konar hefð hér á meðal ráðandi stjórnmálaafla. Við erum jú með 2 flokka sem við köllum valdaflokkana, sem eru Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Þeir sem lengst af hafa haft mest að segja pólitíkin í landinu. Maður velti því fyrir sér hvort sko það er einhvers konar menningarlegur miskilningur að það sé nóg að íslenska þjóðin hafi lýðræðislegan rétt til að hafa einhverjar skoðanir á því sem eru verið að brella á Alþingi og inn í ríkisstjórn 1 dag á 4 ára fresti. 1 dag á 4 ára fresti. 365 dagar sinna 4 að á því tímabili þá hafi menn bara umboð til þess að fara sínu fram, en 1 dag á 4 ára fresti hafi almenningur völd, hann hafi virka aðstöðu til þess að taka þátt í þínu samfélagi. Ef það er þannig, þá finnst mér það morgunljóst að þetta bendir til afskaplega veiks lýðræðis skilnings á Íslandi. Hvað segir þú? Og spurningin er hvort þetta sé til marks veikan lýðræðisskilning, ef það er þannig að ráðandi stjórnmálaöfl líta svo á sem almenningur eigi ekki að hafa neitt framgangur stjórnmálanna að segja nema 1 dag á 4 ára fresti. Já. Í kosningum. Já. Nú er einmitt sko lýðræði svona eitt af mínum svona hugðarefnum og það er alveg klárlega þannig að það þarf miklu fleira að koma til heldur en kosningar á 4 ára fresti til þess að við getum tala að það sé alvöru lýðræðisríki. Er það ekki? Og og bara, það þurfa að vera, ríkja, jafnræði gagnvart lögum, réttaríki, það þurfa að vera mannréttindi, þurfa að vera tryggð, borgarréttindi þurfa að vera tryggð, tjáningafrelsi og svo framvegis. Þannig og svo það sem að þú kannski, mér heyrist þú vera að koma hérna að sinna á það að kjósendur hafi tækifæri til þess að geta haft einhver áhrif á milli kosninga. Já, það sé hlustað á. Og það sé hlustað. Já. Og það sem að við sjáum náttúrulega, það sem við búum við er fulltrúalýðræði, það sem að eru stjórnmálaflokkar sem bjóða fram og flokkarnir sem sagt hafa kannski tilhneigingu til þess í sínu starfi að hlusta kannski meira á sína eigin kjósendur heldur en kjósendur almennt, ef maður getur orðað þannig, þeir eru náttúrulega fulltrúar sinna kjósenda þó svo þeir eru samt sem auðvitað líka á sama tíma að taka bindandi ákvarðanir sem að varðar alla. Já. Þannig að þetta er einhvern veginn svolítið svona 2 hlutverk sem að stjórnmálaflokkarnir hafa, það er annars vegar og sérstaklega þeir sem eru ríkisstjórn, þeir að taka bindandi ákvarðanir sem að hefur áhrif á alla þjóðina og svo hins vegar eru þeir með umboð frá sínum eigin kjósendum eða kjósendum flokksins. Og það hvaða leið almenningur hefur til þess að hafa áhrif á milli kosninga, það hefur náttúrulega verið og var kannski meira fyrr á tíð í gegnum grasrótarstarf í sínum flokki, en það er ekkit allir endilega sem hafa áhuga á því eða eigða tíma í það, þannig að þá er þetta orðið spurningum eins og þú segir, hvernig geta kjósendur komið sínum skoðunum á framfæri og það er náttúrulega ýmsar leiðir til eins og undirskriftalistar og mótmæli og að skrifa í blöðin og að koma að hinga og tala við ykkur og fleira í þeim dúr. En þannig að við kannski sem betur fyrir búum í ríki þar sem að kjósendur hafa alveg tækifæri til þess að koma sínum skoðunum á framfæri eða sínum, skoðunum, en svo hittir annað mál
hvernig stjórnvöld og stjórnsýslan og flokkarnir bregðast við og hvort hlusti. Já. Og ég held að það sé kannski aðalega verið að gera athugasemdir við það. Svo má líka spyrja sig sko hvort það verið að tala við okkur landsmenn sem hóp þegar viðtölu eru tekin við til dæmis formann Sjálfstæðisflokksins. Hann virðist yfirleitt tala fyrst og fremst til sinna kjósenda. Já. Og hann talar hag kjósenda þeirra sem styðja Sjálfstæðisflokkin frekar en að hugsa alla landsmenn. Það eins og það sé ekki vilji til þess að sko reyna að skapa breiða sátt pólitískara ákvarðanir bara hjá öllum landsmönnum. Man finnst skorta svolítið á auðmýkt. Hann ræddi fyrir hálfu ári þegar hann hrökklast úr embætti sem fjármálaráðherra, þá fór hann að tala Val og KR. Hann stilti sem sagt upp Sjálfstæðisflokknum sem annarkvort Val eða KR og svo voru það allir hinir sem voru þá ef sem sagt Sjálfstæðisflokkurinn var KR þá voru hinir Valur og hann fór að tala að það væri ómarktækt hvaða skoðanir eitt liðið hefði hitt að segja fyrir leik og eitthvað svona og þetta virkar mjög einkennilega á marga. Já. Nú ger ég mig ekki alveg grein fyrir hvert hann var að fara með þessari samlíkingu. Ég held að hann hafi verið að segja það að allt væri bara afstætt og þú væri bara í þínu liði og ef þú væri sem sagt að mæla hann út úr ríkisstjórninni þá væri það bara vegna þess að þú væri ekki með honum í liði en það væri bara eins og hvernig strategía, leikmenn fyrir leik áður en viðureign fer fram á knattspyrnuvellinum þá geta þeir sagt eitthvað eða gert eitthvað til þess að auka bara líkurnar á sigri og þeir eru ekkert að meina það sem þeir segja og allt það. En í öllu falli þá finnst mér þetta skína í gegn bara síðast helgina að sko landsfeður og landsmæður sko. Reyndar Katrín Jakobsdóttir hefur verið allt öðruvísi en Bjarni Benediktsson. Hún reynir yfirleitt að tala til allra landsmanna á meðan Bjarni tala til sinna flokksmanna fyrrum og það svona spyr ögrandi spurninga svolítið núna framtíðina þegar Bjarni á að vera orðin þessi sátta semjari, þessi rödd sem að talar, límið sagður áðan til íslensku þjóðarinnar. Já. Það gætur þessu svolítið snúið. Já, og þetta, eitt af því sem að þetta lætur mig hugsa og nú veit ég ekkert hvert Bjarni Bind var að fara með nákvæmlega þessari samlíkingu, en þetta svona, þá leiði ég hugan að í raun og breyttu svona landslagi í pólitíkinni, í stjórnmálum, bara með þessari fjölgun flokka. Já. Og ef við líkjum eins og við fótboltalið sko, þá erum við bara með miklu fleiri fótboltalið núna, sem þá að spila ég veit ekki hvort maður segir, í minni deildum eða við erum með fleiri fótboltalið í fyrstu deild, skulum bara orða það þannig. Já. Og þetta er kannski ekkert sérstaklega góð samlíking, vegna þess að það er alltaf eitthvað sem vinnur deildina, eitthvað einn, en við erum komið með Bjarni vann núna. Já, hann vann þetta ránd sko, en núna eru við komið með 8 flokka á þingi og fleiri sem að flokka sem að bjóða fram heldur það og það er bara miklu flóknara auðvitað að koma sér saman um ákvarðanir þegar það eru komnir svona margir flokkar og þetta er bara nýr raunveruleiki sem að maður heyri stundum á forsvarsmönnum Sjálfstæðisflokksins að þeim líkar ekkert sérstaklega. Ég heyrta í gegnum tíðina í viðtölum að það er talað um að þetta sé nú orðnir og margir flokkar og þetta var nú kannski svolítið betra áður þegar þetta voru bara 4 + 1 og Þeir vandust því náttúrulega að þetta væri svolítið kósí. Já, og þetta er bara breyttur raunveruleiki og stjórnmálafólk þarf bara að takast á við það. En annað sem að mér langar líka að koma að í sambandi við lýðræði á milli kosninga, af því að það sem við vorum að tala um hérna áðan vísaði kannski fyrst og fremst til hversu mikið tækifæri fólk eða kjósendur hafa til þess að taka þátt og láta í sér heyra á milli kosninga. En það sem ég langaði líka að koma að það skiptir líka máli fyrir lýðræði á milli kosninga og í kosningum að það er að það sé gegnsæ í hvernig ákvarðanir eru teknar, það sé útskýrt af hverju við komumst á þessari niðurstöðu en ekki annari. Búvörulögin eru dæmi um því þversta. Já, en það er í raun og veru líka, það er okkar lýðræðislega réttur að fá að vita hvernig komist að niðurstöðu mikilvæg mál og öll mikilvæg mál. Þá komum við að þætti fjölmiðlana og fjölmiðlana veik fyrir þessa myndir. Já.
Ekki satt? Já, ég er ekki sérfræðingur fjölmiðlalandslagi. Já, við erum búin að missa Fréttablaðið, við erum búin að missa Hringbraut, við erum búin að missa N4, blessunlega hefur samstöðin orðið til, segja sumir. Já, en ég vil alls ekki gera lítið úr þeim sem eru starfandi í fjölmiðlum í dag. Það maður sér alveg að fólk að leggja sig fram alveg á öllum vígstöðum þar. En þarna ég myndi skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli þáttur fjölmiðlana að koma þessum upplýsingum á framfæri og veita þetta aðhald sem er bara mjög mikilvægt fyrir lýðræði. Áður en ég kveði Eva, takk fyrir að koma til okkar. Þá langar mig að kannski rétt í lokin að spyrja þig hvernig þú skýrir uppgang Miðflokksins. Þetta er 3. stærsti flokkur Íslendinga núna, samkvæmt skoðanakönnunum, 13-14%. Og þarna á í hlut maður sem íslenska þjóðin hélt að hún hefði blásið út af leikvanginum í kjölfar Panamaskjalana, líkt og stór hluti íslensku þjóðarinnar hélt að Bjarni Benediktsson hefði verið blásinn út af leikvanginu þá sem einnig er í Panamaskjölunum. Neykslismál Bjarna fyrir eftir hvernig þú telur en svona 9-10 upp 20 sem hafa vorið fréttaefni. Hvað er að gerast með Miðflokkin? Ég held að hans aukning í skoðanakönnunum sé fyrst og fremst að hann er að taka frá Sjálfstæðisflokknum. Það er tap Sjálfstæðisflokksins fer mikið yfir á Miðflokkin. Hvaða hluta? Miðflokkurinn hefur í hvað sækir hann? Miðflokkurinn hefur verið svolítið að marka sér stöðu sem flokkur sem vil reka harða stefnu í innflytjendamálum. Hefur verið að marka sér stöðu sem svona íhaldsflokkur að því leiti að það er að segja að við skulum leggja áherslu á þjóðurnisleg gildi og venda íslenska menningu og fleiri þeim dúr og þar í þeim könnunum eða gögnum sem ég hef séð að þá sér maður að stór hluti að fylgi Miðflokksins kemur frá Sjálfstæðisflokknum og þannig að og svo sjáum við núna að Sjálfstæðisflokkurinn er farin að tala eða það er fleiri í Sjálfstæðisflokkurinn sem er farin að tala í þess að veru þar að segja að við þurfum að reka harðari stefnu í innflytjendamálum. Og mögulega er þeir að reyna að vinna þess að tilbaka það fylgi. Heldur þetta hafi verið meðvitað viðbragð hjá Bjarna þegar hann fór að tala um hörmung á Austurvelli, tjaldbúðirnar og allt það? Þú voru eiginlega að spyrja Bjarna hvort það hafi verið meðvitað viðbragð eða ekki en við sjáum að þarna eru þessir 2 flokkar að bítast fylgi. En svo aftur bara svo við komum að því sem vorum að ræða í upphafi að skoðanakannanir að þessum tímapunkti er ekki spá úrslit kosninga. Nei. En kannski allra síðasta spurning, kemur það þér óvart að yfir 40 manns hafi mótmælt Bjarna með undirskrift á Ísland? Nei, sjálfur sér ekki, bara hann er búin að vera umdeildur svo lengi og ég held ég örugglega alveg haldið fram að þessir sem að skrifa undir þennan undirskriftarlista sem eru kannski 15% kosninga bara einstaklinga sé ekki stuðningsfólk Sjálfstæðisflokksins og mögulega verði þetta til þess að þjappa bara ræðarnar innan flokksins þjappunum á bakvið sinn formann en nei, þetta komur ekki á óvart bara með hvernig umræðan hefur verið í mörg ár. Kæra þakkir fyrir komuna Eva H. Önnudóttir, stjórnmálaræðingur. Og næsta dagskrá þingmaður VG fyrrum sem breyttist í Pírata. Þetta sagði ég ykkur, sagði hann á sínu tíma og kannski spá hans að ganga eftir. Ekki fara langt. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.